Nú ætlum við að halda áfram með tölfræðina og við ætlum að skoða skífurit. Jói leiðsögumaður spyr farþeginn í rútunni sinni þjóðerni. Búðu til skífurit. Þegar við búum til skífurit þá erum við alltaf að vinna út frá hlutfalli. Það er að segja hversu margir af heildinni svara ákveðnum hlutum. Og við skulum skoða hérna. Hér erum við með 4, 7, 10, við erum með 12 farþega. Þannig að þetta eru 4 12, 3 12, 3 12, 1 12, 1 12. Og við þurfum að skipta hringnum og við þurfum eiginlega átt okkur á því að til dæmis 3 12 er það sama og 1 4 er það ekki. Því við deilum 3 í 12 að þá fáum við 1 4. Og 4 eru 1 3. Og þetta er svo bara 1 12 og 1 12. Þannig að ef við tökum hringinn og það skiptir engu máli röðin á þessu í sjálfu sér. Ég veit að ég er einu sinni með 1 4. Það er Bretland. Og Danmörk er líka 1 4. Og þá er ég nú bara komið með hálfan hringinn. Síðan er Bandaríkin 1 3. Það ger ég svona nokkurn veginn, það er best ef ég nota gráðuboga. Og þá er ég búinn með í raun fyrstu 3 löndin. Kanada og Argentína eru svo bara 1 og 1. Þannig að það er jafnstórt. Þá tek ég afganginn og skipti í 2. Þannig að Argentína og Kanada. Og þá er myndritið mitt komið. Ég er ekkert alltaf svona heppinn með tölur, þannig að þetta gangi svona auðveldlega upp. Sýn ykkur það betur á eftir. Ég ætla fyrst að skoða hérna annað dæmi. Skífuriti sýnir hvernig nokkrir nemendur völdu sem besta leikmann Íslands í knattspyrnu. Það voru 20 nemendur spurðir. Og hér er skífuritið. Hversu margir völdu Gylfa? Og þið sjáið að það er það bil eða sennilega nákvæmlega helmingur sem velur Gylfa. Og helmingurinn af 20 eru 10. Síðan sjáum við að það er 4 sem velur Alfreð Finnboga og 1 4 af 20 eru 5 og svo skiptist þetta sjáum við 1, 2, 3, 4, 5. Þannig að fyrst að 1 4 hér voru 5, þá er þessi 4 hér líka 5. Þannig að þetta hlýtur að skiptast jafnt. Þannig að það var 1 sem valdi alla hina. Það er að segja Ara Frey, Hólmfríði, Jóhann Berg, Ragga Sig og Margréti Láru og þar að leiðandi hlýtur að hafa verið 1 sem valdi Hólmfríði. Við skoðum þetta alltaf út frá hlutfalli. Hvað er þetta stórt hlutfall af því sem að heildin er? Hér er heildin 20. Þannig að hér er hálft skífuritið Gylfi og þá er það helmingurinn af þessari tölu. Arnaldur gerði skoðanakönnun og spurði fólk í kringlunum uppáhalds knattspyrnulið sitt á Englandi. Og þetta er niðurstaðan og ef við leggjum þetta saman þá fáum við 13. Þarna fáum við nú ekki skemmtileg brot. Þetta er ekkert hægt að stytta. Þannig að þetta er nú ekki eins auðvelt eins og skífuriti sem við teiknuðum áðan. En við erum alltaf að vinna með hlutfall af hring. Þannig að ef ég segi 3/13 sinnum 360, það eru 360 gráður í hring, þá fæ ég hversu margar gráður kakan hjá Aston Villa á að vera. Og út úr þessu ég slæði þetta bara inn í vasareikni, 3 deilt með 13 sinnum 360. Ég fæ 83 gráður. Sinnum 360, hérna fæ ég 55 gráður. Og Darby er líka með 2, þannig að ég get skrifað það bara strax, þarf ekki að reikna það aftur og eftir. Brighton, sinnum 360, þetta gefur með 28 gráður.
sem að hlýtur þá að vera hér líka, og lokum úlfarnir, það eru 111 gráður. Það sem ég geri núna er að ég tekna hring og ég geri upphafslínu, skiptir ekkert öllu máli hvar hún er, mér finnst þægilega að hafa hana svona beint upp í loftið en sumir vilja hafa hana lárétta, og ég bara mæli hvar eru 83 gráður og við notum gráðuboga til þess að, þannig að þetta er Aston Villa. Síðan legg ég gráðubogan á þannig að fyrst var þetta línan sem var eftir lá meðfram sem sagt beinastrikinn á gráðuboganum, en nú mæli ég út frá þessari línu. Þið verða að passa hvernig þið mælið það. Þetta eru 55 gráður. Þetta er þá Leeds. Brighton er ekki nema 28 gráður. Þetta er nú bara svona nokkurn veginn sem ég er að gera þetta. Úlfarnir 111 gráður. Derby 55 gráður. Og Cardiff 28 gráður. Þetta er ekki mjög vandað skífurit hjá mér, en þið áttu ykkur á því hvernig ég ger þetta. Og í raun þá skiptir öllu máli að kunna að teikna með gráðuboga. Án gráðubogans þá fer þetta í tóma vitleysu hjá okkur.